tveir. Góðan daginn Smárakirkja og velkomin á samkomu. Gaman að sjá ykkur öll. Og góðan daginn og velkomin á alla sem að horfa á netinu líka. Gaman að, ég sé ykkur ekki en gaman að hafa ykkur með. Hérna, ef við að rísa kannski aðeins á fætur. Biðja saman eina stutta bæn. Já. Við skulum biðja saman. Heilagur Drottinn Jesús, þakka þér fyrir Drottinn að við fáum að biðja og vera hér saman í þessu húsi Drottinn. Þakka þér fyrir að við fáum að Drottinn að lofa þitt heilaga nafn Drottinn. Ég vil leggja þessa stund, þessa lofgjörð. Hann Halldór Lár þegar hann predikar í dag. Alla þá sem þjóna hér í dag Drottinn leggi í þínar hendur Drottinn og ég bið fyrir þeim og ég bið smurningu, leysing og líf Drottinn. Ég bið sérstaklega fyrir þeim sem eru hér komin Drottinn til þess að lofa þig Drottinn, til þess að fá eitthvað nýtt frá þér. Ég bið sérstaklega fyrir þeim Drottinn og líka öllum þeim sem eru heima, sem eru að horfa á netinu. Ég bið fyrir þeim í Jesú nafni Drottinn. Að þú fáir að snerta við Drottinn og koma jafnvel með einhverja nýjungin í líf fólks Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Ég að reyna að venja mig á að átta mig á því að þegar við erum með þessa samkomur þá eru fullt af fólki hér en það eru miklu fleiri sem eru að horfa á netinu. Alveg ótrúlega margir sem eru að fylgjast með okkur á netinu. Og við erum maður svona að heiðra það svolítið og eins líka bara langar mér svo að segja við þá sem eru að horfa á netinu sem ég hef verið að segja undanfarnar samkomur. Það væri svo gaman að sjá ykkur ef þið myndu láta sjá ykkur á samkomu og það myndi hvetja okkur svo mikið ef að þið getur séð ykkur fært að kíkja og taka þátt í að lofa Guð með okkur. Og endilega ef þið komið, gefið ykkur á tal við, þú veist, mig eða Sibbu eða einhverja djáknunum og þeim sem eru að þjóna hér í kirkjunni og láta okkur vita að þið séu að koma í fyrsta skipti. Er einhverja sem er í fyrsta skipti hér í dag? Má ég sjá hönd á lofti eða? Nei, þú veit vonandi ekki. Hún ætlaði bara að fara að lyfta hönd. Þetta hefði verið smá awkward. Við ætlum að lofa okkur saman. Þetta verður með aðeins öðrum hætti en vanalega hérna. Það er ertu þá svona andlega með okkur núna í fyrsta skiptið eða hvað? Er það málið það? Við erum ekki með trommara hér í dag, þannig að bara, þú veist, endilega takkið þátt og klappiði og syngiði með og bara lofum Guð saman. Má ég amen. Amen. Sjá hendur aðeins. Hans nafn smyr mína sál, hans blóð þvær mína synd, ég frjáls, ég frjáls. Já, mín skömm, hún náðist á burt. Já, mín þraut, hún hvarf við það sorg. Ég frjáls. Ég frjáls. Ég á fyrir heitið. Guð minn, gröfin er tóm. Jesús lifir enn. Jesús lifir enn. Já, Jesús lifir enn. Jesús lifir enn. Hans náð smyr mína sál, hans blóð þvær mína synd, ég frjáls. Ég frjáls. Já, mín skömm, hún náðist á burt. Mín þraut hvarf við það sorg. Ég frjáls. Ég frjáls. Já. Ég á fyrir heitið. Guð minn, gröfin er tóm. Jesús lifir
Ja, han är upprisen. Han är upprisen. Han är upprisen. Jesus lever han. Jesus lever han. Och Jesus lever han. Jesus lever han. Woo! Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from hell. Jesus Messiah, Lord of all. He became sin who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and he carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, his blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. The light of the world, Jesus Messiah, name above
rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Þvílíkt fallegt lag, þvílíkur texti maður. Halleluja. Takk Jesus. I see
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Halleluja. Takk Jesus. Þetta einhvern veginn bara miklu betur en ég bara held til þið. Og þess að leiði Guðbjörg á góður. Hann eiginlega bara alltaf góður. Þetta eiginlega alveg bara magna. Þjónum góðum góður. Hann alltaf jafn hissa hvað Guð góður. Já, ég svo meingallaður að hann þarf að vera rosalega mikið góður. Halleluja. En það alveg opaslega fallegt lag sem að Jónas syngur átt sem heitir Nafni Jesús. Ég heldur kunnið að flestu öll en ekki að syngja það saman. Endilega hjálpið mér, ég að stíga upp á lúnabólgu. Ef að koma svona froskalhljóð inn á milli, þá verða lungun mín eitthvað að tjá sig, ekki röddi mín. En þið þekkið þetta lag, þetta brjálæðislega fallegt lag. Og við höfum sungið þetta í gegnum áratugi, eða ekki bara. Jesús. Heilagur Drottinn Jesús, mér langar að þakka þér fyrir nærveruðina, Drottinn. Þvílíkur Guð sem þú ert, Drottinn. Og við viljum lofa nafn þitt hér, Drottinn. Halleluja. Við viljum látlust lofa nafn þitt, Drottinn. Og ég bið viltu fylla þennan sal enn frekar af þessari ljúfu nærveru sem nú þegar farin að fylla þetta rými, Drottinn. Og ég bið þess, Drottinn, að þessi nærveru hún fá að fara út í gegnum útsendinguna inn í heimili fólks þar sem það situr og er að horfa, Drottinn. Þar sem þú situr og þú heldur þetta sé eitthvað gæsa út á einhverju fallegri tónlist, þetta ekki það, þetta Drottinn Jesús Kristur að senda sér heilaga anda að snerta við þér núna vegna þess að hann við svara við bæninni sem þú varst að biðja og að heyra með. Halleluja. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú, lausn og frelsi veitir þetta nafn frá sig. Þegar fjöldans nafnum fölna muni færa nafn hans ljóma og hann lýsir mönnum leiðum ógreið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir nafnið Jesú færa nafnið Jesú fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Innan skams mun opnast perluliði, inn ég geng og lít hans augleit undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komur að sér þá mun minnast, er á Golgata gáfu andan sinn, til að gæti ég og þú séð himini. Heilar ertu nafnið Jesú.
þitt lamar, nafnið Jesús. Halleluja, takk Jesús fyrir nafnið og það sem þú gert, drottinn. Halleluja. Þið kunnið allir þetta lag, eða ekki? Er ekki margir sem kunnið þetta lag? Ég var að syngja saman einu sinni kórinn á því. Má ég heyra tónin? Syngjum þetta saman. Við Jesú færa nafnið Jesú fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Mér langar að heyra ykkur syngja þetta einu sinni bara án tónlistar. Nafnið Jesú færa nafnið Jesú fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Gríðarlega fallegt lag. Allt sem þetta snýst nafnið Jesús. Halleluja. En annað gríðarlega fallegt lag sem í miklu uppáhaldi á mér í Bljúgri bæ. Og hún Gugga syngur það hrikalega vel. Þannig að ég var ekki að syngja það með henni í Bljúgri bæ. Í Bljúgri bæ og þökk til þín sem þekkir mig og verkin mín. Ég leita þín, Guð leiddu mig og lýstu mér ævistig. Ég reika oft árangri leið, sú rétta virðist aldrei greið. Ég geri margt sem miður fer og man svo sjaldan eftir þér. Ó Jesús, ó Jesús, Jesús. Því við gerum svo margt sem miður fer, Guð, og við munum svo sjaldan eftir þér. Sú ein er bæn í brjósti mér. Ég betur kunni
aftur sú eini bæn, halleluja. Syngjum saman. Sú eini bæn í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér, því veit mér feta veginn, veit þig að verðir þú, æ drottinn minn. Sú ein bæn, sú ein bæn í brjósti mér, elsku Jesus, ég betur við þjóna þér, betur kunn þjóna þér, því veit mér það veginn þú, að verðir þú, æ drottinn minn. Því veit mér feta veginn þinn, ó Jesú, að verðir þú, æ drottinn minn. Takk Jesus. Við viljum þjóna þér Jesus, vera bara þín drottinn, halleluja. I've been fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, could you say I'm loved when I can't feel a thing? And you say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, you say I'm yours. And I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. I find my worth in you, I
find my identity. Oh, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, and I believe what you say of me. I believe. Taking all I have now, and I'm laying it at your feet. 'Cause you have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh. 'Cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, and I believe what you say of me. I believe, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, 'cause I believe, 'cause I believe what you say of me, 'cause I believe, 'cause I believe. Halleluja. I believe. Ég trúi. Halleluja. Ég trúi ekki öllu því sem að Guð segir mig, en ég kýs að trúa því. Má ég heyra amen? Halleluja. Og það eitthvað við játninguna, vinir. Þegar við stígum fram og við játum það sem að Guð hefur sagt. Halleluja. Og við gerum það hér í dag. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur. Það mikil nærvera hér í dag, og ég finna að Guð ætlar að brjóta ykkur að múra hér í dag. Ha ha ha. Takk Jesús, því að hann trúfastur. Og eina sem við þurfum að gera bara leyfa honum að koma inn og gera það verk sem hann þarf að gera í lífum okkar. Út að hann herramaður. Hann mun aldrei ryðjast inn í líf þitt. Hann mun aldrei tróða sér inn á líf þitt og bara gera eitthvað verk. Við þurfum að opna hjart okkar fyrir honum. Og vitið, hann stendur, Biblían talar hann stendur við dyrnar og hann bankar á. Hann bankar á dyrnar. Og spurningin hér í dag, ætla ég að opna hurðina fyrir Jesú, sem að veit betur en ég. Hann veit betur en ég, og ég ætla bara að fullira það, vinir, hann veit betur líka en þú. Ég ætla bara að fara bara út á lim hérna og hann veit betur en við öll. Sinnum milljón. Hann algjörlega með þetta, og þegar við opnum hjart okkar, vinir, þetta bara lítið skref, og það þarf ekki annað en að segja bara í hugunum, eða bara þessa litlu setningu, Drottinn, ég opna hjarta mitt fyrir þér. Ég ætla að leggja niður varnir mínar. Og mér var svo magnað þegar hann kom hérna síðustu helgi og hann var að tala hérna hjá okkur að Mikki. Og hann sagði, vitið að Jesú var aldrei að berja fólki í hausinn. Hann var aldrei að lemja, hann sagði aldrei svona.
Hann sagði alltaf svona. Hann biður okkur að koma, hann biður okkur að koma til sín. Og vinir, ég ætla bara að viðurkenna það fyrir ykkur ef þið væri til að spila örlítið eitthvað undir matti á, fundur í félaginu. Krakkar, má ég biðja Matt að spila aðeins undir? Kannski núna. Takk fyrir. Ég ætla bara að stoppa þennan fund. Halleluja. Ég er búin að vera með beinverki í nokkra vikur núna. Bara flensu einkenni í nokkra vikur. Mér langar bara að gefa ykkur lítinn vitnisburð og Guð er að eiga við mitt hjarta. Ég er stundum svolítið svona djörf á að taka mér alltaf mörg verkefni og ég fer of langt og fer of geist. En Guð er að segja við mig í dag, þú veist, léttu af þér öllum áhyggjum og byrðum. Það er það sem að Guð er að tala við mig í dag. Og veitir það, ég ætla að leyfa Guði að eiga við það svæði í mínu hjarta. Ég ætla bara ekki vera að bera allar þessar byrðar. Er ykkur hérna sem er að bera byrðar? Má ég sjá? Já. Við erum svo klári í því að bera byrðar. Og Guð vill bara leysa okkur undan þessum byrðum. Og það er bara löngu komið tími til. Ég á ekki að vera að bera þær. Og þú ekki heldur. Hann fór á krossinn fyrir okkur og hann sagði, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar. Og hvað sagði hann síðan? Ég mun veita yfir hvíld. Það er þegar við gefumst upp fram fyrir Guð og segja, veistu, ég ætla ekki að bera mína byrðar sjálf. Ég ætla bara að leyfa þér að koma inn í aðstæður mínar og bera mína byrðar. Þannig að það er það sem að Guð er að eiga við í mínu hjarta. Er ekki allir hérna með ykkur að þörf á sínu hjarta? Má ég sjá hendur á lofti? Jú, aðstæður sem að við viljum sjá Drottinn, Guð mæta. Ég vil biðja ykkur öll hér inni að lyfta upp höndum og við ætlum að biðja saman. Því að það er kraftur í einingunni sem er hér. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir náð þín og miskunn. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú elskar okkur. Þú elskar okkur í botn. Og Drottinn, ég vil hleypum þér inn í hjart okkar. Og Drottinn, ég segi við þig núna í dag, Drottinn, ég ætla bara að varpa öllum mínum áhyggjum og byrðum á þig. Þú hefur aldrei brugðist mér. Þú hefur alltaf verið til staðar, Jesús. Þú hefur alltaf hjálpað mér, Jesús. Og ekki bara mér, heldur öllum hér inni. Drottinn, og við ætlum að gefa þér stjórn og taumana akkurat núna. Og við ætlum að sýna það með því að lyfta höndum til himins og segja, herðu, við gefumst upp, Drottinn. Verði þinn heilagi vilji. Verði þinn heilagi vilji. Og ég brýt að fólki hlekki hér í dag. Hlekki fortíðar eða ófyrirgefningar eða eitthvað sem hefur gerst og sem heldur okkur á okkur stað. Ég bara brýta af okkur í Jesú nafni. Því að gleði þín, hún er styrkur okkar. Gleði þín, Drottinn minn, hún er styrkur okkar. Og ég tala gleði þína, Drottinn, í hús þitt hér í dag. Verði þinn vilji, gleði þín er styrkur okkar. Í Jesú nafni. Og Drottinn, við ætlum að ganga í þessari gleði. Og það skiptir ekki máli í hvað kringumstæður við erum, við ætlum að vera glöð, halleluja, vegna samfélagsins við þig, Jesús. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði, amen og amen. Við ætlum að taka fórna áður en við förum að fá að heyra orð Guðs, pósinni frammi, djáknandi koma hérna fram og ég hvet ykkur til þess að gefa því að það er gott að gefa. Hvað segirðu? Alltaf tilbúnir, ég sé það, alltaf í startholunum. Drottinn bless ykkur með þið gefið. Halleluja. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I need. And when your eyes are on this child, your grace abounds towards me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds towards me.
Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clean. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear, that burns with holy fear, that burns with holy fear. Halleluja. Halldór Lárusson, ert þú í húsinu? Þú ert þarna? Þá ert þú bara velkomin til að taka við. Sippa, kom aðeins. Að fá 2-3 til að koma hann upp og standa þess með henni. Það sem hún var að deila með okkur áðan. Þetta gerur hún alltaf opnu mjúku hjarta og það er gott. Hún hefði getað komið upp, það er ekki það mér, ég meina sigurveri í Guði og en hún gerir það ekki. Hún bara segir, ég þarf þetta núna og við skulum standa með henni. Og ég ætla að biðja ykkur að blessa inn í lífinar, tala lækningun og lausnin og kraftin, styrkin sem hún þarf. Takk, Jesus. Amen. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Til hamingju með daginn, alla konur. Konudagur. Amen. Þetta er ekki bara eiginkvennadagur, þetta er bara konudagur. En eiginkonur fyrri tíða og nútíðar og framtíðar munu kannast við þetta sem ég ætla að segja núna. Kannski sagt ykkur áður, en það skiptir ekki máli, þetta er konudagur. Við sungum Pearly Gate áðan, þetta var gullna hliðið. Og Jesús tók á móti öllum karlmönnum jarðríkis fyrir fram á gullna hliðið og sagði, það byrja alla sem hafa verið eiginmenn á sínu heimili og gert það sem ég segi í orðinu, vera húsbændur á heimili sínu, konungar heimilisins, að raða ykkur hérna megin. Þið sem hafa látið konuna stjórna, þið raða ykkur hérna megin. Allir nema einn röðu sér hérna megin sem kona stjórnaði, bara einn var hinum megin. Og Jesús sagði, wow, hvað, þú er svo eini, hvernig gerður þetta? Konan sagði mér bara að standa hérna.
Þetta gott. Þetta gott. Þetta Já. Já. Mikael var hérna hvað fyrir ekki lengra síðan. Hann var hérna fyrir viku. Hve margir voru hérna og hlustu á Mikael? Gott. Hann góður predikari og hvetjandi og það var margt sem hann sagði sem að hvatt okkar áfram. Mér langaði til þess að aðeins að halda áfram með því öðrum dúr, öðrum gíri, leggja aðeins og ritningur í hérna nokkur ritningastæði til að sýna okkur og ég trúi nefnilega að Guð sé að gera ákveðna hluti. Ef þú hugsa bara kirkjustarf almennt, bara hér á Íslandi, ekkert endilega, þó þið getur farið út í heiminn líka, en hugsa bara hérna. Hvað það sem dregur fólk í kirkju? Núna heyrum við að það sé færri og færri Íslendingar sem vilja vera í kirkju eða tilheyra jafnvel kirkju og hvað það sem dregur þá fólk í kirkju? Hugsaðu um það, hvað dregur þig til að syngja í dag? Af hverju langaði þig, kannski langaði ekki að koma, kannski sagði bara kona að koma, en hugsaðu um það, hvað það? Sem að, og ég búin að fylgjast náttúrulega með kirkjuleg starfi eins og mörg okkar í fjölda ára og kærleikurinn og sem svo sannarlega rétt og til að fá kirkjuvöxt en sko þá eru margir sem að stílina ákveðu prógram þar séu þú þarf að vaksa út með 50 manns og til langar að fara yfir 100 manns og ertu með flott prógram út í regur að það alls konar fræðslu og það alls konar uppákomur hlutir í gangi og þú þarf að fara upp í 500 manns, þú að auka prógramið og það þarf að halda þessar stækkun við, þá þarf þetta alltaf að vera flottar prógram. Ekki það? Því hver nennir að, þú veist, það rosa gaman á U2 en þau eru búin að fara sko einu sinni viku á U2 í 40 ár og þeir spila þetta sömu lögin, þá kemur að þú nennir ekkert endilega að fara að hlusta á U2. Það bara prógram. Prógram heldur ekki áfram að draga fólk inn í kirkjuna. Hins vegar ef engir áhyggjur af því, ég búið að sýna sig þessari kirkju, hérna þetta búið til fullt af flottu prógrami. Það sko ekki vandamálið. Það alveg hægt. En þá ætla ég að leggja til, hvað með, og hugsa það, hvað með að hafa gott prógram, þar sé að hlutina vel gerða, en leið kærleikan eins og við heyrðum hérna án, og kraft Krists, sem að Mikael var að tala svo mikið að þetta tvennt mætist þannig að fólk fá að snerta það fá að koma inn í andrúmsloftið það sem ég var nú að segja með þennan söng hérna tónlistið nú, þau syngja eiginlega bara öllu og vel alveg sem hvort þau gömlega ný en þau dett inn í Southern Gospel með svona 3-4 röddum og svona þá bara þá eru þau alveg þá tínast þau sjálf og við með en nóg það hvað var ég að segja? Já, eitthvað skemmtilegt. Já, hvað með kraft Guðs, já? Hvað með kraft Guðs? Hvað með að leyfa, opna fyrir það að hann fá að koma inn og snerta við okkur með kærleika sínum á yfirnáttúrulegan hátt. Á yfirnáttúrulegan hátt. Ég hef stundum sagt litla sögu, heldur ég hef sagt hann hérna, það þá allt í lagið, þið voruð ekkert öll hérna þá. Og finnst ykkur gaman á svona scientific movies svona sci-fi, já finnst ykkur gaman á svolítið svoleiðis finnst ykkur gaman að kemur James Gibson skugginn fellur yfir alla borgina og ég veit ekki hvað og svo kemur ykkur svona mannvera niður bara eins og þú og ég kemur svona mannvera niður og allir fylgjast með hvað í gangi maður, við höfum aldrei séð geimskip hvað þá heldur geimveru og hún lítur bara alveg svo út eins og þú og ég það bara engin munur á okkur ekki nokkur, svo fyrir þessi mann vera að ganga og gera alls konar hluti, þetta alveg klassísk svona klassísku kapli 2 eða 3 í svona sögu og kemur hún inn og hún fyrir að gera alls konar hluti eitt af því sem þessi geimvera gerir sem við getum ekki, hún gengur inn í og læknar fólk, þú veist sem læknar vísindur að berjast við, þá þeir með eitthvað svona lausn, já, svo þróaðir og svo kemur hún og gerir eitthvað hluti og þegar hún fyrir að ógna stöðuleikanum hins vegar á pólitíkinu og pólitísku landslægi, þá taka hún drepana. Ekki satt? Það ekki hægt að hafa þetta hérna. Svo hann döður,
geimurinn er döð, þá kemur geimskipið aftur, reisir hana við og bímar hann upp, sko. Bara beam me up, Scotty, og það bara, og svo fyrir bara á ljóshrað út í geiminn. Og allir vera laus við þetta, vonandi koma þær aldrei aftur. Einn daginn vakna mér upp við það, sumir hverjir, að það er eins og séu bara orðnir á slöngum. Það er að segja það eru hamskipti, húðin og allt fyrir að fara af og svo ekki bara hreistur í ljós inni fyrir. Þau eru öll orðnar eðlur. Þetta var bara eðla sem kom í mannslíki og smátt var hún búin að ná í. Það var alltaf markmiði hjá geimurunum. Þeir ætluðu ekki að gera neitt annað en heldur bara að koma sér fyrir og planta þessu inn. Þannig að nú fari þær bara að fjölga sér jörðinni því þeim vantaði svona jörð. Þeir ætluðu bara að taka sér jörð og rækta þar nóga mat því að það var engin matur mun og það sem þau bjuggu lengur. Það var komið eitthvað svona geimstormur og þurrkaði allt líf út og allt svona gróður og svo nú vantaði þeim bara að rækta jörðina og nú allt einu fór að poppa upp svona bara fólk vaknaði bara það bara þau voru orðnar þessar eðlur, þau voru orðnar þessar geimverur, húðin fór að þeim og þannig fjölgaði þeim áfram. Þetta er góð vísindasaga, klassísk vísindasaga, en hún er ekkert fjarri lagi því sem að akkurat fagnaðarendi snýst um. Hann kom sem maður. Hann var ekkert að sjá neitt öðru seldur við, nema hann gerði hlutina allt öðru seldur við. Jesús bara gerði hlutina allt öðru seldur við. Og þegar hann loksins fór aftur, þegar þeir drápa hann, vegna þess að hann ógnaði svona pólitískum og trúarlegum stöðuleika, hann var að hrófla við trúarkerfinu og pólitíska kerfinu, þá drápuður hann. Hann rís frá dauðum og svo kemur geimskipið bara og hann er beamed upp. Þeir sá hann bara fara. Og eins og hann fer, þá kemur hann aftur í dag og segir svo. Ok, er þetta ekki nákvæmlega eins og vísindasagan segur á? Nema hvað? Það voru ekki eðlur sem birtust. Hann breytti nefnilega ekki utanfrá og inn. Hann breytti ekki húðinni til að byrja með. Hann breytti ekki eðlunni, heldur eðlinu. Hann breytti eðlinu í okkur. Hann tók burtu steinhjartað og setti mjúkt hjarta af hold og blóði. Hann tók burtu myrkri sem var í föllnum anda okkar, sem þar sem við vorum týnd í myrkrinu og setti ljós inn í lifandi anda okkar. Við lifnum við innanfrá og út. Það er eitt við þetta vandamál sem við eigum við að etja. Og það er þetta. Fyrir eðlurnar þá var ekkert vandamál að vera bara þess að þeir voru. Það sáu allir, það var ekki hægt að fela lengur, þeir voru bara með hreistur. Fyrir okkur er oft erfitt að lifa innanfrá og út. Að lifa það sem við erum í raun orðin í Kristi og láta það koma fram. Það er oft erfitt. Og ég get sagt ykkur það, þið þurfa ekki að vera feimið við það. Sko, það er alveg á hreinu. Þið þurfa ekki að skammast ykkur fyrir það, því það er að fallast og besta. Þeir sem finnst hallarislegt að trúa Jesú hafa ekki grænan guðmund hvað er að tala um. Þeir vita ekkert hvað þetta snýst. Þeir halda þetta snúist eitthvað sem var búið að segja þeim eða þeir hafa upplifað. Kannski er það kirkjun að kenna svolítið hvað við höfum látið þau halda þetta snýrist um. Kannski. En þú getur bara smakkað. Ég var að tala um fólk daginn og við vorum að ræða saman þegar þú hefur smakkað, eins og Biblía segir, þú hefur smakkað Krist. Þú hefur smakkað kærleikana. Þetta er bara svo sætur ávöxtur. Þú getur ekki látið hann fara. Þú getur ekki sleppt hann. Þú vilt bara meira og meira og meira. Þetta er Jesús okkar. Og ég þess vegna legg til að við höfum bæði prógramið gott og þennan innri kraft sem þér og mér er gefið og látum hann birtast. Ég var með lag sem ég ætlaði að spila fyrir ykkur. Ég veit ekki hvort við fengum íslenskri textar upp. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Smá vitnisburð. Já, það kemur það sést nú kannski já. Það bara tækist
Dempa ljósið, já. Þetta koma. Þetta hérna, Árný, kona mín, var að gera þessa texta og þegar ég sá textan á íslensku og ég sagði, wow, hérna er vitnisburður, ég ætla að nota hann í dag. Ég ætlaði að spila lagið en samtíð var eitthvað stríð okkur í byrjunni, svo við geymum það bara þangað seinna. En það var þannig, það var lítill strákur sem heitir Jóel og hann var að dauða kominn. Honum var ekki hugarlíf og það var alveg sama hvað læknarnir þú sögðu og gerðu, þeir gátu ekki bjarga honum. Eina sem var eftir var fyrir fjölskyldunans og fólki í kringum hans í kirkjunans að biðja fyrir honum. Og það sem þeir eru að biðja, þá er tónlistarmaður einn sem er í bæninu með hinum og það byrjar að koma nýtt lag til hans. Það er ekki flókilag. Yfirleitt þegar þú koma svona, þá eru þið ekki mjög flókin. Þú sest niður og semur flókinlög, en þegar þú fær svona lag sem bara kemur út, þá eru þau falleg, einföld og hitt í mark og hann söng ég syng halleluja því ég hræðist ekki óvinnin. Í nærveru óvinnara minns ætla ég að syngja halleluja. Ég ætla ekki að hræðast af því ég er ekki hræddur við hann. Mikael tala þetta, litli djöfull, sagði hann, litli púkinn, sem er sigraður, heldur hann að sé mikill, öskrar eins og ljón, tannlaust af vísu, hefur lítið bit. Hver hræddur við öskrið eitt? Nei, syngi halleluja, hærri en öllum andtrúin. Með öðrum orðum, ef ég er eitthvað pínlítið efins og eitthvað, þá syngi bara halleluja hærra. Að því ég ætla að losa mig við. Ég veit hvað ég á innra fyrir. Ég á lífið í Kristi. Hann er búinn að setja það hluti af sér. Ég er orðinn eins og hann. Ég er ekki Jesú, en hann er ekki með hluta sér og ég ætla nú að lesa þessu Biblíunni til þess að sýna ykkur hvað mikið ég var að tala um þarna og hvað ég er að tala um núna. Þetta er ekki bara eitthvað lausalofti gripið, þetta er rosalega flott, svona kenning, trúarleg kenning og ég veit ekki hvort þetta er Biblíu, ok, skoðum hana bara. Nú syngi halleluja og vopnið er söngurinn minn. Þess vegna er tónlistin svo kröftug. Er ekki bráðum annað, sá ég ekki auglýst hérna áðan? Er ekki annað kvöld? Eftir viku? Annar rappkvöld, já. Næsta laugardag. Ekki missa á því. Sjáu til. Söngurinn er öflugur. Fólk syngur frá hjartanu. Fólk syngur meiningu sína, trú sína eða vantrú sína. En þegar við þurftum að sjá lítið barn læknast sem að vera dauðvona og engin læknir treysti sig til að bjarga því, þá er bara eitt sem við höfum eftir, það er trúin á Jesú Krist. Það er lífið sem við höfum inn í okkur sem við látum flæða út til að lækna litla barnið. Og himinin stendur með mér. Allur himinin stendur með. Það er ekki bara ég hérna, halleluja. Það er öll geimskipin sem komu. Það eru öll skipin. Það er ekki bara þetta eina sem kom. Það er bara allur herinn sem kom og hann stendur með okkur þegar við förum í þessa baráttu. Hann stendur með okkur í að kalla fram lækningur og lausnina og viti menn, ég man ekki hvort, það er fullt í þessu. Í stormunum skal ég syngja mitt lag Herra og Herra mun ég lofa hann hver dag og úr öskunni stígi og vonina finn. Þú sigraði dauðan, þú konungur minn. Þetta er lífið, krakkar. Þetta er lífið. Þess vegna legg ég til að við höfum prógramið gott, við höfum tónlistina flotta, við höfum svo sannarlega rappkvöldin, því þau eru dásaleg, en við höfum svo margt annað, kennslu, námstíð sem lindum, bara hvað sem höfum það og leysum kraft Guðs. Hér á meðal okkar sitja margir góðu vinir mín. Ég fyrir utan Sippu og Alla og fleiri ykkar sem eru í kirkjunni hérna, þá sé ég hérna Kitti vinur minn, Jón Þór og Kolla, elskulegi vinir mínir. Þetta er fólk sem ég sé framganga í krafti Guðs og sé kraftaverkin gerast. Spádóm hann hafa flætt. Í Kitta, vitið það? Ég hef heyrt spádóm á orðum Kitta og til munni Kitta sem var bara beint í mark. Já. Já, það er geðveikt.
Nei, ég alveg tala. Það svo bara, við erum hérna fullt af fólki sem hefur fengið að reyna og smakka hvað Guð er góður. Þið hinn sem ekki hafa fengið á þennan hátt í gegnum ykkar líf, ég býð ykkur velkomin. Eru þið til í þetta ferðalag? Hann getur unnið í gegnum þig líka. Er þetta ekki bara fyrir fá og útvalda? Er þetta ekki bara fyrir Jón Þór og Kollu? Akkurat, okkur öll. Hlustið á. Því að draga saman láta ritningun að segja í stuttumáli það sem ég er búin að segja. Eru þið til? Þið hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú, lifið því í honum. Lifið í honum. Kristna lífið er ekki flóknar en það að við bara lifið í honum. Ég held að það var eitthvað svona, eitthvað meira. Það er allt. Verið rótfest í honum og byggð á honum, staðfest í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Og hérna kemur, gæti þess að láta engan hertaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Ég ætla að stoppa þess að það ég les hvað það var sem að vitni í. Látið engan leið ykkur af að tala ykkur með mannasetningum. Það er gomma af fólki sem vil gera það. Og það er ekki að því að þau meinið það illa. Þau bara álíta, þau nota einhver orð, einhver Krist, hvað Kristur er, hvað kirkjan er. Nú ætlum ég bara neitt dæmi sem að Mikael kom mjög í gegn. Hlustið á þetta. Ég er ormur, ég er maðkur. Ég er syndari. Ok. En Biblían segir, taktu vel eftir, ef að þú ert komin úr í hamskipti, ef það gerðist það sem við vorum að lýsa á þann í þínu lífi, þá kallar Biblían þig aldrei syndara. Ekki einu sinni. Lestu Biblíuna, lestu Nýja testamenti, ekki einu sinni er kirkjan kölluð syndarar. Hvað er það að segja? Að við getum aldrei gert neitt rangt? Nei, ég er ekki að segja það. Já, við getum algjörlega mistið okkur gert eitthvað klúður. En við erum endurfædd, frelsuð, Guðsbörn, við erum konunglegt prestafélag, kallum við að heyrast að, hvað sem það nú þýðir, konunglegt, pælið að vera í konunglegu prestafélagi. Þú veist, ég er ekki bara í ykkur félagi, ég er í konunglegu prestafélagi. Þú veist, það er ekkert smá. Með öðrum orðum, ekki láta neitt tæla þig, hertaka þig, takk þetta, hertaka þig. Telja þig trú einhvað sem er ekki og eru bara mannasetningar. Og hvað var það sem hann var að vitni í? Svo segir það, og þetta er það sem er nefnilega sannleikunum sem reyndir að fara með og villa fyrir þér. Að í manninum Jesú sem kom niður á jörð úr geimskipinu okkar býr öll fylling Guðdómsins. Ekki hluti Guðdómsins, ekki bara hluta því hver Guð er, heldur allt það sem Guð er, segir, getur, hugsar og er í eðli sínu, býr eða bjó í Jesú. Býr í Jesú í dag, bjó þegar hann kom á jörð. Já, við vissum þetta. Já, ok, hlustið á restina. Hérna kemur lykillinn. Og þið, þið, við, hlustið á, höfum öðlast hlutdeild í fullkomnun hans. Það er þetta sem við erum að tala um. Þú og ég eigum hlutdeild í honum. Hann er fullkominn, hann er búin að setja sinn anda inn í minn anda, inn í þinn anda, inn í þér núna er líf sem er ekki þitt eigið. Líf frá honum komið, ekki gamla lífið. Nýja lífið. Og þetta nýja líf, ef það er bara að vaksa,
þá tekur það yfir gamla lífið smátt og smátt. Þetta er kristna lífið, trúargangan ekkert annað en það að leyfa þess að vaksa. Læknir sem ætlar að verða, ég heyrði það í útvarpinu, þau verið að keyra einhvers tímann fyrir stuð síðan. Það vantaði geysilega, já bara í morgun held ég, það vantaði geysilega mikið heimilislækna. Það er bara, við erum hægt að framlega heimilislækna eins og við þurfum þá. Heimilislæknir fyrir langt nám til að vera heimilislæknar, ekki líka sérfræðingarnir, en fyrir langt nám. Hann sérhæfir sig í heimilislækningum. Þetta er margra ára ferill. Þú kemst ekki inn nema að klára stúdentsprófið fyrst, þú kemst ekki inn nema að klára BS-prófið eða BA-prófið, BS-senlega þessu tilfelli, þú kemst ekki inn fyrir að klára master, þú að klára þetta og framhaldsnám og þú ert alltaf að lesa og stúdera og æfa þig og lesa og stúdera og æfa þig, lesa og stúdera og æfa þig. Einn daginn, þá lappar hann inn í Laugardalsvöll og fara svona plagg sem segir, ok, ég er orðinn læknir. Ég má fara að lækna fólk. Hugsið ykkur, þetta er bara til að vera læknir. Ekkert bara, það er stórkostlegt. Fyrir þig og mig til að leyfa Jesú og vera meira og meira í okkar lífi, stærri og meiri og vaxa og dafna, þá þurfum við að hafa sömu, við þurfum að segja, ok, ég vil þetta. Alveg svo læknir vil vera heimilislæknir, þá vil ég þetta. Ég vil hann í mitt líf. Ég vil að hann vaxi, ég vil að hann taki yfir allt. Ég vil að gamla draslið í lífið mínu bara það klippist af. Ég vil bara losna við það og leiðin til þess er að leyfa honum að koma fram og stækka. Já. Þetta er besta líf sem hægt er að hugsa sér. Stórkostlegt líf sem hægt er að hugsa sér. Og það stendur þér til, og það er svo mörg vers sem viðbót sem ég get að lesa og ætla að lesa, en ég er búin að tala svo lengi, ég ætla að hætta því að gera seinna bara. Þetta líf stendur þér til boða. Þú átt það. Þú átt það. Líka þú sem segir amen, þú átt það líka. Þú átt þetta líf. Þú. Já, þetta er lífið sem Jesús býður okkur. Og ef við fyrir saman í þetta ferðalag þar sem lefum honum að stækka, þá komumst við ekki hjá því að fá kraftaverk eins og gerðist með litla Jóel. Og hefur gerst í mörgum ykkur. Ég get sagt ykkur í dag kraftaverk og sögur sem Guð gera hluti langt umfram mannlegan skilning. Það bara segja ykkur eitt lítið dæmi núna. Bara þegar kemur í hugminn, það var ungu maður sem að fekk svo mikla verki, ég man ekki, það getur vel verið eitthvað, ég veit ekki, það Jón Þór og Kolla voru með okkur það hreyfast á kannski upp, það var einhver svona hópu með okkur, það var ungu maður sem að fekk svo mikla magaverki og óbúslega magaverki, hann fyrir til læknis og hann lætur skoða og læknirinn segir það nú sennilega, þessi verki er nú sennilega bara ómikil kaffidrykkja. En við fundum æxli alveg inn við hrygg, nefastórt á stærð við góða appelsínu, alveg inn, og það verður ekki auðvelt að ná því. Það er, ef við ætlum að reyna, hins vegar verðum við að reyna á því, það er bara ekki hægt annað, við verðum að reyna á því, en til þess að þora að reyna við það að ná því, þá þurfum við að senda til Kaupmannahafnar. Þú ert að fara þar í myndatöku, þeir munu skera þau upp, bara hlustið á, bara til að staðsetja nákvæmlega hvað æxlið er. Ekki til að taka það, bara til að skoða hvað er í kring, hvað er að snerta, hvernig þarf að gera þetta. Þetta var marga mánaða undirbúningur fyrir að láta þetta gerast. Þetta var bara, við fengum hringingu kvöldið þegar hann er að fara á morgun til Kaupmannahafnar í þessa aðgerð. Og við vorum lítil hópur fólki, við tókum höndu saman og báðum bara í Jesú nafni, við bara sóttum takt eftir, og þetta er lykillinn. Þú gerir þetta í eigin krafti, þú sækir þennan anda sem í þér er, þú sækir það sem Kristur hefur sett í þig, trúna. Ef þú þarft að fara í gegn vantrúni þá syngur þú bara hærra, þú kæfir það niður og þú biður, og við báðum bara, við saminast, við biðum í Jesú nafni, og þetta var bara einhver, hlustu, hún var ekki flókin, það var ekkert svona, halleluja, þú veist, það var ekkert svoleiðis. Fyrir þetta, ég bara segir að þú þarft það ekki. Flestir sem þurfa það er bara til þess að byggja eigin trú, það er bara staðið fyrir söngin, sjáðu. Jesús, hann er ekkert impúnar ef svo, já, nú skal ég svara því, nei,
þetta er bara, þú veist, þetta er fyrir okkur, allt þetta að trekkja sig upp og svona fyrir okkur gert, sjáðu. Og við bara báðum og sagðum, Jesús, við biðjum bara að þú sagt að við megum að gera það í þínu nafni, þér ekkert upp megn að þegar þau opnaði fyrir málið, þá finnir þér ekki æxlið. Þeir opnaði hann og fundi ekki æxlið. Þessi skýrsla til henni upp á spítala, óútskýrð. Ekki hægt að útskýra hvað gerðist. Læknirinn var spurður, fræðilegu möguleiki að þetta hafi farið bara einni nóttu svona. Hann kunni náttúrulega ekki að segja alveg nei. Og sagði, já, en það er mjög ólíklegt. En það fór. Þetta er bara eitt af mörgum hlutum sem Guð hefur gert, getur gert og mun gera. Amen. Halleluja, við skulum biðja. Faðir minn, þökkum fyrir orðið þitt, kraftin þinn, máttin þinn, drottinn minn, að þú ert sannarlega það sem að lífið, drottinn minn, í fullnustu. Allt sem við þurfum, allt sem við erum, í þér, drottinn. Lækning þín, kraftu þín, frelsi þitt, kærleiku þinn, óumræðilegu kærleiku þinn. Við þökkum þér, drottinn minn. Og þakka við, drottinn, að þú gefur okkur leiðsögn þína fyrir okkur sjálf, fyrir fjölskyldu okkar, fyrir vin okkar, fyrir nágrann okkar, hvernig við getum beðið fyrir þeim sem sjúkir eru, vitna fyrir þeim ef þörf á, drottinn Guð. En fyrst og fremst, miðla því lífi sem innra með okkur í kærleika til hvers og eins. Því að kærleikur þinn leysir fjötra. Og þakka þér fyrir það, drottinn Guð. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Við skulum bara vera með loku augun og leyfa bara tónlistina streymin í hjart okkar. Og ég ætla aðeins að nefna það sem Guð segir við mig. Hér einhver sem með þraut í hægri, ég held sér hægri mjöðum. Verkur og þrautir í hægri mjöðum. Frekar en vinstri.